þá komið að fjórða lið á dagskrá, aðalskipulag Akureyrar, ákvörðun endurskoðun og ég ætla að biðja varaforstöðum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Málstýrðu bæjarfulltrúi Björk Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér komið á dagskrá lögð fram að nýju að lokinni auglýsingu, svona breytingar á aðalskipulagi og það bárust náttúrulega einhverjar athugasemdir sem búið að taka tillit til og það sem við höfum fyrir framan okkur núna þá uppfærað breytingar og ég ætla svona aðeins eða ekkert aðeins kannski stikla bara hérna á stóru yfir það sem verið að breyta. En markmið aðalskipulagsbreytingar, þetta aðalskipulag sem var samþykkt hér 2018 og gildi til 2030 og það hefur verið gerðar nokkrar breytingar á því aðalskipulagi og okkur fannst í upphafi þessa kjörtímabils ástæða til þess að gera nokkrar breytingar bara í ljósi þess hvernig við höfðum breytt skipulaginu, hvort þið var og hvað lægi fyrir að gera. Vinnan hefur tekið svolítinn tíma og við erum núna komin á seinni hluta kjörtímabilsins þegar við kannski náum loksins að samþykkja þetta en ég held að það sé svona mat flestra sem sitja í skipulagsráði að næsta bæjarstjórn komi til með að fara í svona heildarendur skoðun á aðalskipulaginu, það sé hérna eitt og annað sem þurfa að ræða betur og fara í. Já, ég hérna að skrolla niður svona hvar maður á að byrja. Við svona helstu breytingar sem aðalskipulagsbreytingin tekur til íbúðasvæði. Það sem við erum að forgangsraða í hvaða röð við tökum uppbyggingar og uppbygginguna á hinum ýmsu svæðum í bænum. Við bætum við ákvæðum inn í aðalskipulag sem á þá við bara allan bæinn. Það sem bætt við ákvæðum mögulega hækkun fjölbýlishúsa. Heimilt að bæta við 1 til 2 hæðum ofan á eldri fjölbýlishús sem eru án lyftu að því tilskildu að lyftu verði bætt við sem nýtist öllum íbúðum húsana. Þetta á þá bara við allar eldri blokkir sem eru lyftulausar. Síðan bætt við ákvæði heimild á smáhýsum í íbúðarhúsalóðum, samkvæmt byggingarreglugerð. Smáhýsi sem eru að hámarki 15 fermetrar og mesta hæð þaks 2,5 metrar, mælt frá yfirborði jarðvegs. Sé smáhýsi minna en 3 metrar frá aðliggjandi lóð þarf samþykki eiganda aðliggjandi lóðar. Slík smáhýsi eru ekki ætluð til gistingar eða búsetu. Þetta ákvæði sett inn þegar var gerð breyting á því að það þyrfti að sækja hverja einasta svona, lítinn kofa í lóðum bæjarins. Þannig að heilt yfir þá má fólk setja 15 fermetra geymsluhúsnæði. Þetta ekki til búsetu en verður þá inn í aðalskipulaginu öllu. Þá bætt við eftirfarandi ákvæði rekstrarleyfisskylda skammtímaleigu á íbúðarhúsum í samræmi við nýlega breytt lög. Rekstrarleyfisskyld gististarfsemi innan þéttbýlis skal vera í samþykktu atvinnuhúsinu. Þannig að nú þarf fólk að sækja og borgar þá gjöld samkvæmt því. Þá bætt við ákvæði sérákvæðum íbúðarhúsnæði eftir landnotkunarsvæði og sérstakar húsnæðilausnir. Það þýðir að húsnæði fyrir fatlað fólk, heimilislaus og aðra sérstakar húsnæðis eða þjónustu þarfir geta verið heimil innan eftirfarandi landnotkunarsvæða, íbúðabyggðar, samfélagsþjónustu, verslun- og þjónustusvæða, miðsvæða, athafnasvæða, hafnasvæða, opinasvæða og landbúnaðarsvæða. Þarna við bara að segja í stuttu máli að við getum sett inn sérstaka íbúðakjarna eða smáhýsi allstaðar í bænum. Svo tökum við hérna íbúðarhúsnæði á atvinnusvæðum, íbúðarhúsnæði
sem einkum ætlað til tímabundinna dvalar vinnuafls getur verið heimilt á miðsvæðum, verslunar- og þjónustusvæðum, athafnasvæðum, hafnasvæðum og landbúnaðarsvæðum og þá samkvæmt ákvörðun í deiluskipulagi. Og þannig við heilt yfir að segja fyrir allan bæinn, við getum sem sagt búið til einhverja gistaðstöðu fyrir farandverkamenn sem dæmi. Þá koma íbúðasvæði IB23, afmörkuð þess hluta íbúðasvæðis sem norðan síðubrautar breytist óverulega í samræmi við drög að rammaskipulagi, annar áfanga Móahverfis. Svæði stækkar aðeins til suðurs inn á gott byggingaland, auk þess sem mörk þess breytast í norðri og vestri. Við þetta stækkar íbúðasvæði úr 51,4 hektara í 57,1 hektara. Vegna þessa minnkar aðliggjandi skógræktar og landgræðslusvæði frá því að vera 708 hektari í 701 hektara, en skógræktarsvæði mun eftir sem áður umlíkja íbúðasvæðið. Þá það íbúðasvæði IB30, svæði vestan Kjarnagötu, milli Hagahverfis og Naustaborga, skilgreint sem íbúðasvæði með blandaðri byggð í sérbýlis- og fjölbýlishúsum. Gert ráð fyrir að niðri hluti svæðisins verði ætlað til uppbyggingar íbúða í samræmi við hugmyndafræðum lífsgæðakjarna. Og við höfum sagt það í skipulagsráði að mikilvægt sé að byrja því sem fyrst að skipuleggja það svæði. Sérstaklega kannski í ljósi þess að eiginlegum lífsgæðakjarna verður ekki komið fyrir í Holtahverfinu eins og áður hafi verið gert ráð fyrir. Þá það íbúðasvæði IB31, svæði á milli Glerár og Hlíðafjallsvegar við Hlíðabraut sem skilgreint með hringtákni. Á svæðinu gert ráð fyrir sérstakur búsetuúrræði, það smáhýsum fyrir félagshópa með sérstakar húsnæðis eða þjónustu þarfir. Og atvinnusvæði, við færum okkur yfir á það, þá iðnaðarsvæði sem hefur svo sem verið ágreiningur hvað á að gera við. Það iðnaðarsvæði 18 sem við Ytra Krossanes. Þar bætum við inn texta áður en uppbygging við ákvæðan sem að vera ekki að breyta aðalskipulaginu að taka ekki afstöðu til þess, það myndi bíða nýra bæjarstjórnar. En bættum við texta áður en uppbygging hefst á svæðinu þarf að skoða vandlega hvort að nýta í svæði fyrir uppbygging á iðnaðarstarfsemi eða hvort að slík uppbygging geti frekar orðið á Dysnesi. Í því samhengi mætti skoða hvort að svæði geti betur henta til uppbyggingar á íbúðasvæði eða sem hluti á útivistarsvæði Krossanesborga. Og þetta verkefni bíður næstu bæjarstjórnar. Færum okkur yfir í athafnasvæði, talum var þörf á fleiri athafnalóðum á Akureyri þar sem slíku lóðum hefur farið fækkandi og eftirspurnin ennþá nokkur. Athafnasvæði AT8 stækkar til suðurs til að koma fyrir fleiri lóðum við Sjafnargötu. Við þetta stækkar athafnasvæði AT8 úr 7,1 hektara í 9,5 hektara. Vegna þessa breytist afmörkun aðliggjandi skógræktar og landgræðslusvæðis sem á milli athafnasvæðisins og íbúðasvæðis. Bættir við þeim ákveðum að innan athafnasvæðis AT8 verði hreinleg umhverfisvæn atvinnustarfsemi. Athafnasvæðið AT16 stækka til vesturs að íþróttasvæði, akstursvæði. Þetta svæði sem að liggur við gagnaverið norð og færist þá alveg upp að akstursvæðinu. Athafnasvæði AT21, svæði milli Hlíðafjallsvegar og Lögmarshlíðavegar skilgreint sem athafnasvæði og þeir skilmála settir að veri hreinleg umhverfisvæn atvinnustarfsemi. Stærðsvæðisins 10,5 hektarar og var áður skilgreint sem óbyggt svæði. Vegna nýs athafnasvæðis hliðrast að reiðileið til austurs og það gerist það sama við athafnasvæðið þarna hjá gagnaverinu. Við höfum átt fund með hestamönnum sem að líst bara ágætlega á þessar hugmyndir. Þá það svæði vestan iðnaðarsvæðis 11
Spennivirki Landsnes við Rangavelli skilgreint sem athafnasvæði A22 og þeir skilmála settir að það verði hreinlega umhverfisvæn atvinnustarfsemi. Það var áður óbyggt svæði. Athafnasvæði AT12, AT14 og AT15 þar settin í texti áður en frekar uppbygging hefst á svæðinu verði skoða hvort nýta í svæðin til framtíðar fyrir blandaða notkun íbúða og atvinnusvæða. Í næstu endurskoðun aðalskipulags verði framtíðar notkun svæðana ákveðin. Þarna voru uppi hugmyndir að færa gámasvæðið mögulega sem að Akureyrarbær með norður á athafnasvæði norðan í bænum og þarna þið blendu byggð. Þess vegna þessi texti settur þarna inn og það kemur þá til kasta nýra bæjarstjórnar að ákveða endalega hvort afverði. Uppbygging iðnar og athafnalóð við Sjafnanes og Týsnes felur í sem möguleikann að flytja núverandi starfsemi. Miðsvæði M2 uppfærð landnotkunartafla fyrir tjaldsvæðisrit við Þórunnarstræti þannig að gert ráð fyrir 150 til 250 íbúðum í fjölbýlishúsum sem að hámarki geta verið 4 hæðir. Miðsvæði M4, svæði sem afmarkast af Glerá, Hjaltaragötu, Glerárgötu og íbúðasvæði Oddeyrar, merkt IB2, skilgreint sem miðsvæði M4 þar sem einhverjum verði gert ráð fyrir verslun og þjónustu, skrifstofum, stofnunum og íbúðum. Léttur iðnaður heimill en iðnaðar starfsemi skal almennt vera víkjandi. Og þetta þá svæðið þarna í kringum Tryggvabrautina og þarna verði víki svona þyngri iðnaður og skilgreint sem miðsvæði. Það að stofnanasvæði S36 gert ráð fyrir stofnanasvæði meðfram Miðhúsabraut verði skilgreint sem framtíðar uppbyggingasvæði fyrir slökkvilið Akureyrar í stað dýraspítala. Við höfðum áður úthlutað þessa lóð fyrir dýraspítala en þar sem uppbygging hafði ekki hafist þá var hún tekin tilbaka og svona þarfagreining hjá slökkviliðinu komst að þeirri niðurstöðu að þessi lóð hentaði best af þeim sem eru þá lausar til þess að byggja nýja slökkvilistöð. Þannig að hún hefur verið tekin þá frá í aðalskipulagi fyrir slökkvilistöð. Þar að frístundabyggð F13 bætti við 3,8 hektara svæði fyrir frístundabyggð til byggingar útleiguhúsa austan við Hlíðarenda og norðan við Hlíðarfjallsveg. Frístundabyggð F14 það landsvæði að Hesuvöllum skilgreint sem frístundabyggð og undanskildu því svæði sem á gildandi aðalskipulagi þegar skilgreint sem íbúðasvæði fyrir eina íbúðarhúsalóð. Stærð frístundasvæðis 18,3 hektarar. En svæði var áður skilgreint sem óbyggt svæði og þetta kemur til að beiðni frá aðilum sem eiga viðkomandi landsvæði. Þá komið að stígum í samráði við Hestamannafélagi léttið gert ráð fyrir minni háttar breytingum að legu reiðiliðar og útivistarliðar vestan Naustaborga en markmið breytingarna að aðskilja stígana. Ég ætla ekki að lesa svo sem alveg allt en þá komið að göngu og eða hjólaleið flyst að Smárahlíð frá því að vera gegnum Seljahlíð á milli Skarðshlíðar og Hlíðarbrautar og þarna ekki allir á eitt sáttir þessa lausn en þetta var niðurstaðan. Við förum í kafla veitur, bættir við ákvæðum að íbúðar, stofnana, athafna, verslunar og þjónustusvæðum verði heimilt að koma upp hverfistöðum fyrir rafhleðslu. Þetta auðveldar þá deiliskipulagsvinnu þannig að það búið að breyta aðalskipulaginu fyrir allan bæinn, má segja. Bættir við að stefna Akureyrarbæjar að allar háspennulínur norðan Rangavalla verði lagðar í jörðu og að svæði norðan Rangavalla, vestan Gilja og Móahverfis verði framtíðar uppbyggingsvæði bæjarins þar sem bæði verði gert ráð fyrir íbúðar og atvinnusvæðum. Og þarna erum við bara að setja inn í skipulagi þar sem við höfum verið að segja að bærin
komið til með að þróast í þessa átt og það sé þá rök fyrir því að háspennulína meðal annars og aðra línur fari í jörðu. Síðan bara hér kafli úr húsnæðisstefnunni og mat á umhverfisáhrifum. Markmið aðalskipulagsbreytingarinnar að uppfæra stefnu aðalskipulags en ekki verulega breytingu á stefnu landnotkun sveitarfélagsins að ræða. Verið að safna saman nokkur breytingu sem talið að þörf á að gera miðað við reynslu undanfarinna ára. Eins og ég sagði áður, gera má ráð fyrir að helstu mögulegu umhverfisáhrif breytingarna séu vegna nýra athafnasvæða, meðfram Hlíðarfjallsvegi og vegna nýs íbúðasvæðis vestan við Hagahverfi. Á svæðin sem eru skilgreind sem óbyggð svæði. Þannig að þetta eru svona stæðustu breytingar sem að hafa áhrif á, vera til þess að það eru þá einhver umhverfisáhrif og það eru auðvitað alltaf einhver umhverfisáhrif þegar við ákveðum að byggja og stækka bæinn okkar og taka land sem áður hefur verið óbyggt svæði undir íbúðabyggð eða einhver aðra byggð. Ég ætla svo sem ekki að lesa meira og búin að fara held ég bara yfir alla breytingarna sem við erum að gera og þetta ætti það heilt yfir að auðvilda okkur deiliskipulagsvinnu hér eftir. Takk. Takk bæði fyrir Höllu Björk Reynisdóttur, gefin aftur stjórn á fundinum. Takk fyrir það, orðið laust. Næst tekur bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég verð að viðurkenna það að ég hreinlega man ekki hvort ég hef einhvern tímann greitt atkvæði á móti þessum drögum, þessum breytingum. Ég hef setið hjá, ég man það og ég hef mikið velti fyrir mér hvort ég ætti nú að vera á móti. Hef þó komist að þeirri niðurstöðu að það sé ekki að öllu leyti forsvaranlegt. Ég þegar búin að tíunda í fyrir bókunum hvað ég tel jákvætt við þetta. Síðan hef ég orðið var við ákveðna hugarfarsbreytingu undanfarir. Það þessi græna bylting sem að verða. Ég veit ekki hvort að það hafi tekið eftir í. 3, 30, 300. Ég man ekki stundu hvað það þýðir. En þetta hugarfarsbreyting sem að verða. 3, 30, 300 þýðir í einföldu máli áherslu á gróður og grænt. Áhyggja mín hefur verið út af íþróttasvæðinu. Ég hef reyndar haft það 2 í sambandi við þetta skipulag. Að þar yrði lögð ofuráhersla á þéttingu eins og umræðan hefur reyndar verið stundum að það ætt og iðulega að það ættu framkvæmdir að standa undir því sem gert hefur verið á káasvæði og jafnvel meira sem þýðir gatnagerðargjöld og byggingarréttargjald upp á 3 milljarða pluss eitthvað, guð veit hvað, þetta verður á endanum. En 3, 30, 300 hafa sannfært mig að þessi hugmynd, hún mun ekki ráða ríkjum þegar við munum fara að fjalla íþróttasvæði hér við Hólabraut. Það mun vera hort á aðra hluti en þessa einilægu þéttingu. Hitt sem hefur valdið mér áhyggjum og veldur mér enn áhyggjum en þó ekki þannig að ég hafi ákveðið að greiða atkvæði á móti. Ég ætla að sitja hjá. Það þetta sem þarna segir 200 allt að 250 íbúðir. Allt að 250 íbúðir á tjaldsvæðisreitnum. Þar á að reisa hvað 11, 12 blokkir samkvæmt núverandi skipulagi. Það verða fleiri. Jafnvel 4 hæðir, allt að því. Ég minni á hvað gerðist í Hagahverfi. Þar gerðum við í upphafi ráð fyrir það byrð 500 íbúðum. Hvað gerðist? Það urðu 800 það byrð. Án þess að byggingarmagn ykist 1 fermetra. Og hvað þýðir þetta? Einfaldlega það að þar var til fjöldinn allur af smá íbúðum. Allt lagi með það. 30, 40, 50 fermetra íbúðir. 500 íbúðir urðu 800.
Við bjóðum upp á alltaf 250 íbúðir á tjálsvæðisreit og þar þessari hættu boðið aftur heim og það því meiri háttar. Það meiri háttar skipulagsslys ef fjöldi 40 fermetra íbúða til á tjálsvæðisreitnum. Við eigum ekki að bjóða upp á þann möguleika. Hreinlega ekki. Þarna eiga að vera, við að leggja áherslu á íbúðir fyrir fjölskyldu, fyrir barnafólk. Þannig að við hreinlega banna smá íbúðir á tjálsvæðisreitnum. 250, alltaf allt of mikið. Takk fyrir. Það hefur ég bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sinni, næst tekið máls Jana Salóme Ingiberga Jósefsdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég vildi bara koma hér upp til að gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég hef ákveðið að sitja hjá og tek undir bókun Sóleyjar Bjarkar fulltrúa vaflista í skipulagsráði vegna samgöngustígsins frá Skarðshlíð austusíðu, þar sem að mikill krókur gerður á leið gangandi og hjólandi og ég hefði viljað sjá einhverja meiri vinnulagða í það að finna betri lausn á því, en annars margt mjög gott í þessu plaggi. Eftir að hafa hlustað á ræðu bæjarfulltrúa Jóns Hjaltasonar þá bara verði að vita meira 300, ég veit ekkert hvað bæjarfulltrúar að tala og væri alveg til að fá betri skýringar á því, en það bara því ég forvitin. Eins á ég eina af þessum smá íbúðum upp í Davíðsá og mér finnst þær bara mjög fínar sko og góðar fyrir ungt fólk til þess að komast inn á fasteignamarkað. Þannig ég nú kannski ekki hrædd við það, en vissulega þarf að passa upp á að fjöldin sé kannski ekki of mikill. Takk. Það bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingiberga Jósefsdóttir lokið máli sinni, ég ætla að biðja varaforsta að taka við stjórnar, gefa mér orðið. Máls til bæjarfulltrúi Hallbjörg Reynisdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla að reyna að útskýra 330-300, þetta svolítið nýtt hjá okkur, það að segja starfsfólk skipulagsviðs. Fatta upp á þessu, nei. Komst í samband við Breta sem að vinna eftir þessari hugmyndafræði og ræddi þetta við okkur og okkur fannst þetta mjög áhugavert og eitthvað sem að við ætluðum að reyna og innleiða hér og reyna að kortleggja bæinn þannig að og ég ætla að vona að ég fari með rétt mál. 3 þýðir að allir íbúar eiga að geta hort út úr sinni íbúð og séð 3 tré. Og 3 tré ekki bara 3 tré, þau þurfa að vera 3 metrar á hæð. Þannig að þú veist, við náum ekkert alveg uppfylla þetta svona við fyrstu sýn í dag, en vonandi þú veist, þegar bara trén fara að vaksa, að þá sé þetta stefnan. 30 þýðir að 30% af landsvæði sé grænt. Og 300 að það séu 300 metrar í næsta útivistarsvæði. Og ég held að ef við náum þessu að setja inn í okkar þá hugsun og okkar skipulag, þá séum við með svolítið frábært skipulag fyrir og þú veist það sem að gerir okkar bæ og við erum rosalega stolt yfir að bærin okkar mjög aðlaðandi. Hann gróðursæll og það eitthvað sem við viljum halda í. Og svo höfum við líka rætt inn í skipulagsráði og áhugamál hjá mér í það minnsta að í öllum deiliskipulagum þá verði gerð krafa birtuskilyrði. Þannig að við séum að ekki hanna íbúður sem að uppfylla ekki lágmarks birtuskilyrði. Hvað varðar tjaldsvæðisreitin, þetta aðrar ágjörði, þú veist, og ég held að við þurfum ekki að hafa ágjörð að því að við göngum of langt í þéttingarstefnu. Ég held að við séum bara hófleg í því. Hvað var það tjaldsvæðisreitin? Þú veist, að því að ég hef alveg sveiflast með svolítið Jóni, að því að hann hefur verið svona ötull að halda því á lofti að við sem að gera of mikið á þessum svæði. Að þá hinn hliðin á peningnum svo að þetta alveg svakalega gott svæði til að búa fyrir alla, börn og fullorðna. Og ef við getum með góðu móti að öllu þessu uppfylltu, að það sé þarna gróður, birtuskilyrði sé næg, að þá held ég að það sé kostur fyrir okkur að hafa eins margar íbúðir þarna og við mögulega getum. Án þess að fara of hátt að ég líka hrædd
við of háar byggingar sem búa til einhverja sveipi og vindsveipi og svo framvegis. Þannig að ég held að við séum svona bara að detta niður á einhverja ágætislaust. Við þurfum auðvitað að passa okkur að það sem að áhyggjur bæjarfulltrúa Jóns voru með eins og gerist í Hagahverfi, að fjölga ekki langt umfram það sem við erum að skipuleggja núna og við erum að segja hámarki 250, fara ekki yfir það. Og ef við passum birtuskilyrðin, þá getum við ekkert farið, held ég, langt yfir það. Eða sko ekki einu sinni kannski náði. Þannig að þú veist, ég held að ef við setjum inn einhverja kvaðir ákveðna svona lágmarkskröfur sem við viljum að íbúðarnar uppfylli, þá séum við ekkert í hættu á að gera þetta eitthvað. Og ég bara, þú veist, vona að unga fólki okkar komist þarna inn í þá mögulega litlar íbúðir, en ég held að eins og gerist mjög oft að nýjar dýrar íbúðir fara fyrst til eldri borgara. Þú veist, það er bara það sem við sjáum gerast og yngra fólki kaupir, þú veist, kemst kannski inn á markaðinn í eldra húsnæði sem losnar. Takk fyrir Höllu Björk fyrir og gefur aftur stjórn á fundinum. Takk fyrir það, orðalaust. Þeir fleiri hafa ekki kannski hljóðst þeir sem geta samþykkt. Já, það 9 og 2 sem sitja hjá.